Komdu sæll og blessaður, kæri tvíburi. Þá ætla ég að taka hérna 3 spil fyrir þig úr þessum fallega stokki Kvenleg viska. Við skulum sjá hvaða spil vilja koma til þín á þessari stundu. Við byrjum á fortíðinni. Hvað getur fortíðin kennt þér? Ok. Fortíðin kennir þér ýmislegt varðandi frið. Það að hafa ró í kringum sig, ró og næði til að sinna hugðarefnum, ró og næði til að slaka á og líka það að finna fyrir friði innra með sér, sem skiptir jú ekki minna máli. Taka sjálfan sig í sátt, taka umhverfi í sátt, taka annað fólk í lífum hans í sátt og vera þakklátur fyrir það sem maður hefur. Er mjög mikilvægt og þetta er fortíðin að reyna að sýna þér, að kenna þér og ef til vill er hún búin að því, ef til vill ertu búin að ná þessu. Kannski er aðstæðurnar þínar öðruvísi í dag og þú finnur hversu mikill munur það er og þetta er kannski eitthvað sem þú saknar úr fortíðinni líka. Nútíðin, hvar ættirðu helst að fókusa í nútíðinni? Þar færðu stuðningsspil. Það að hrósa og hvetja og styðja aðra getur verið mikilvægt akkurat núna. Hjálpa öðrum, ýta undir að eitthvað komist af stað. Ef til vill er þetta líka eitthvað sem að þú þarft á að halda akkurat núna og ættir að leita eftir stuðningi. Við sjáum hérna 3 manneskjur, gætu verið systur, gætu verið vinir, gætu verið fjölskylda. Það er spurning hvert þú leitar þér stuðnings, kæri tvíburi. Það er hægt að leita að alls kyns stuðningi líka formlegum. Það er að segja eins og sálfræðistuðningi eða læknisþjónustu. Nú og svo er náttúran þetta opin og tilbúin að veita þér andlegan stuðning sérstaklega. Oft hreinsast hugurinn við að eyða tíma út í náttúrunni. Þetta er það sem skiptir máli í dag og þú ættir að fókusa á. Hvað þarftu að vita varðandi framtíðina? Þar færðu spilið viska. Kannski þarftu að afla þér einhverjar visku í framtíðinni, leita þér að einhverjum upplýsingum eða það er nýr skilningur að koma inn til þín í framtíðinni. Og ég segi alltaf, framtíðin þarf ekki að vera langt fram í tíman, hún getur verið bara næsta vika, næsti mánuður. En það sem þú þarft að vita varðandi þetta er að þetta er eitthvað sem mun hjálpa þér að taka skref í bara almennum þroska, mun lyfta þér upp og það að skilja hlutina á dýpri hátt en áður getur oft verið mjög gott. Þannig að eitthvað varðandi það er að koma inn til þín, kæri tvíburi. Ok. Þetta voru spilin þín. Skulum aðeins fara yfir þetta. Það er friður í fortíðinni. Fortíðin getur kennt þér ýmislegt frið og það að finna frið innra með sjálfu sér, vera sáttur og að hafa rólegheit í kringu sig. Hún virðist afskaplega sátt þessi á myndinni og er umkringt
náttúru. Og svo var það stuðningurinn sem skipti þig miklu máli í dag, kæri tvíburi. Kannski ertu svo heppin að þú hafir þennan stuðning nú þegar. Og þá er bara að vera meðvitaður að þakka fyrir hann og njóta hans í botn. Án þess að verða eigingjarn á neikvæðan hátt. Síðan er það hérna viskan. Einhvers konar þekking sem á eftir að koma sér vel í þínu lífi á næstu dögum. Ok, kæri tvíburi, gangi vel með þetta allt saman, ljós og kærleikur.